Jæja, klukkan orðin, þannig ég held að það sé best að við skella okkur mig í það ekki. Lífsveit fulltrist dag, hvert myndu komið gæðingur og Jóna, Valborg og Dórótea sem ætla að tala til okkur. Gjörðu svo vel. Takk. Ég heiti Jóna Valdís Ólafsdóttir, ég vil kalla Valdís og ég hef starfað sem gæðastjóri sjúkrahússins síðastliðið 1,5 ár eða svo. Og ég ætla aðeins að segja ykkur bara frá grunnstoðum gæðakerfisins á sjúkrahúsinu og segja ykkur hvert við erum komin í okkar vegferð, gæðavegferð. Síðan ætla Valborg, hlutastjóri hjúkrunarfræðingur og gæðaverðar og gæðadeild að segja ykkur frá því hvernig þetta hefur gagnast þeim þar. Og eftir því kemur Dórótea Jónsdóttir, hún er tölvunarfræðingur og segja ykkur. Það er eiginlega svona framtíðarmúsík, er það ekki? Þetta sjúkrahús á Akureyri er alþjóðlega vottað fyrirtækinu DNV, svo ekki vita. Og þetta er medaljan sem við skörtum og erum gríðarlega stolt af. Það svona til þess að byrja þetta, og til að byrja á svona frekar þurri glæru, sem er bara gæðastefnasakk. Bara svo við séum öll á sömu blaðsíðunni. Gæðastefnan er að uppfylla væntingar á þörf sjúklinga sem leita eftir þjónustu innan þessi ramma sem ákveðin eru af heilbrigðisyfirvöldum og er samkvæmt viðurkenndum gæðastofnunum. Við ætlum að tryggja sjúklingum þjónustu byggða á vísindalegum grunni, varðandi rannsóknir, læknismeðferð, hjúkrun og aðra þjónustu og þeim gert kleift að taka þátt í meðferðaráætlun. Við ætlum að skapa aðstæður sem hvetja hæfasta starfsfólki til að leita eftir störf við sjúkrahúsið og við ætlum að stuðla að bestu nýtingu mannafla og aðstöðu. Við ætlum að skapa aðstæður og hvetja til að öfluga rannsóknarstarfsemi og veita nemendum heilbrigðisstétta kennslu og þjálfun í samræmi við bestu þekkingu hverju sinni. Þetta er það sem við leggjum upp með og grundvöllur gæðastarfsins er alltaf sjúklingurinn og aðstandendur hans. Það þunga miðjan í öllu sem við erum að gera. Svona byggjum við þetta upp hérna innan hús. Það er deild kennslu vísinda og gæða og þar starfar gæðastjóri. Á sjúkrahúsinu starfar gæðaráð sem er þverfaglegt og er 7 manns og 3 til vara. Og þetta er mjög virkt ráð og skemmtilegt. Gæðaverðir starfa á hverri deild og þetta eru lykilfólk í gæðamálum hér innan hús. Þetta er fólki sem skrifa gæðaskjölin, metur þörf á ritum nýrra gæðaskjala og hjálpar til ef einhver er í vandræðum með gæðahandbók. Setur upp gæðasíður fyrir deildir og annað og þau eru í kringum og ég bara glemt að setja töluna nefn, það er erfitt að henda reiður á hvað eru mörg. Þau eru í kringum 25 og þar með ekki öll samansögð vegna þess að það eru fleiri heldur en bara gæðaverðir að skrifa gæðaskjöl, það er líka forstöðumenn og framkvæmdastjórar og alls konar fólk sem skrifa gæðaskjöl og kemur að þessari vinnu. Gæðahandbókin okkar sem er á innri síðunni, hún heldur utan allt gæðakerfið. Og inn í henni eru gæðasíður sem eru gæðahandbækur einstakra deilda. Þú sjáum það kannski betur eftir þegar þú opnar það og öllu. En ég ætla kannski aðeins að segja að þegar ég byrjaði þessu fyrir 1,5 ára þá var ég að spyrja því til hvers erum við að þessu? Af því allir finnst þetta svolítið mikil vinna og erum við ekki bara öll að gera okkar besta og erum við ekki öll að hugsa sjúklinginn og allt það. Og af því ég lyfjafræðingur í grunninn þá fannst mér þessi hérna eiga svolítið vel við. Þetta er indverskur kollegi minn sem er að afgreiða lyf í indversku apóteki. Og þetta virkar alveg sko. Fólkið er að fá lyfin sín og það kom fram í sér fréttin sem þetta frá Suður-Afríku að hann er að gera sitt besta, hann er að þetta fungerar. Þið sjáu hérna aðeins hvernig staðan er hann á bak við hjá honum. Lagurinn er rosalega stífnaður. Ekki vottum. Svo er þarna maður lengst vinstri að sérst kannski illa en hann er semst að fara yfir fyrningar. Og það er eiginlega þetta sem að gæðakerfi byggir á. Það er að skipleggja og raða til þess að gera okkar starf auðveldara.
Þannig að þó að það sé kannski pínu vinna í upphafi, þá þetta að skila sér. Nú þar ég setti þannig 8 punktar sem má líta á sem grunnstoðir gæðakerfisins og ég ætla bara að segja ykkur stuttlega frá þeim öllum. En þetta sem rýni stjórnanda, endurgjöf, innri og ytri úttektir, umbætur, atvikaskráning og svo mælingar og gæðis. Og ég geti talað alveg í allan dag, sko, en ég ætla bara rétt að stikla á þessu. Hvað rýni stjórnanda? Þetta svolítið lykilatriði og bara þegar ég spurði hvernig fóru eiginlega af því að verða alþjóðlega vottuð og allt það, að þá sko lykillinn að því eiginlega hvað allir voru á sama flekanum, að róa í sömu átt. Og ég hef heyrt það á gæðastjórum kringum mig annars staðar að það svo erfitt, við erum búin að ákveða að gera eitthvað en stjórnendur ekki alveg með, sko. En hérna hafa stjórnendur verið með alveg frá upphafi og þannig að þetta og það skilar sér gríðarlega vel og eiginlega forsendur fyrir þetta virki. En gæðaráð og framkvæmdastjórn fundar að minnst einu svona ári og hvernig þetta rýnifund, þar sem að gæðaráð veitir framkvæmdastjórn upplýsingar gæðamál. Við veltum spurningum og leitum að tækifærum til umbóta. Og markmiðið þarna að leggja mat á hvort gæðakerfið sé fullnægjandi, henti og sé virkt og hvort við þurfum að breyta einhverju. Þannig að þetta hefur reynst okkur mjög vel. Endurgjöf frá viðskiptavinum og starfsmönnum. Við erum með, við fáum fullt af ábendingum og það líka eitthvað kvartanir og líka jákvæðar ábendingar. Og ég setti hérna, sko það koma vísvegar að, það koma beint inn á starfsfólk sem stendur á gólfinu og koma til framkvæmdastjóra og koma líka til gæðastjóra í gegnum þennan hérna link sem á ytri síðun okkar. Við höfum okkar þjónustuna að segja og við höfum bent fólki á þetta. Svo höfum við gert þjónustukannanir frá starfsmönnum. Fáum við endurgjöf líka í gegnum netkannanir sem hafa verið gerðar undanfarið. Við höfum einhvern tíma voru við í eitthvað sem heitir SFR-kannanir, það hafa ekki verið gert síðustu 2 ár sennilega. En þetta okkur líka mikilvægt í að bæta og breyta því sem það. Innri úttektir. Við erum með að minnst 3 konar innri úttektir og ég veit það örugglega eitthvað fleira í gangi í húsinu sem ég setja eitthvað þarna. Það svona það helsta þess innri úttektir á verklagsreglum. Það eru gæðaverðir sem sjá það. Þá fá þeir útlitað einhverja verklagsreglu og þeir eru að sjá að þessi verklagsregla sé að virka. Annað hvort það þá að breyta verklagi eða breyta verklagsreglunni og það ekki rétt. Við erum alltaf að skoða það sem við erum að gera, endur skipuleggja. Þetta eru 7 2 manna teymi og á áætlun 2017 það 28 innri úttektir, þannig að þetta ekki gríðarlega mikið á hvern einstakling. Síðan erum við með teymisúttektir á starfseiningum og það teymi sem skipað af forstöðumann deildarkennsluvísinda og gæða og þetta ekki 5 mínútur, það gæðastjóri, það sýkingavarna hjúkrunarfræðingur. Það forstöðumaður innkaupa og tæknideildar, það læknir og öryggisstjóri, við erum 5. Og við fórum allar deildirnar í fyrra, byrjum bara á þessu fyrra. Þetta voru 28 starfseiningar og erum að fara á annan rótt núna. Úr þessu verða til úrbótaáætlanir og það að skila sér alls konar hlutir sem við komum auga á. Okkur voru sögð að þurfti að laga. Síðan eru lífefræðingar sem fara reglulegt eftirlit á deildum 4 sinnum á ári. Ytri úttektir, þetta örugglega ekki fullkominn listi en stærsta úttektin náttúrulega DMF sem vottar okkur alþjóðlega. Þeir koma einu sinni á ári, gera úttektarskýrslu og við vinnum í úrbótaáætlunum allt árið. Lyfjastofnun hefur komið hér 3 eða 4 sinnum síðustu misseri og það eru í gangi lyfjaeftirlitsgerðir úrbótaáætlanir varðandi það. Svo eru fleiri sem koma eins og geislavarnir ríkisins, heilbrigðiseftirlitið, vinnueftirlitið. Af því að gæðakerfið þarf alltaf að vera að laga, við þurfum alltaf að laga okkur á nýjum aðstæðum. Gæðakerfið alltaf eitthvað lifandi, það má ekki vera eitthvað dautt system. Þetta umbótalíkurinn sem margir þekkja, sem Plan to Check Act,
förum alltaf þennan hring og í tengslum við þetta þá höfum við sett upp umbótaverkefni, bara hin ýmsu umbótaverkefni. Akkúrat núna í gangi 6R umbótaverkefni sem bætta lyfjagjöf og deildum, 6 rétt og lyfjafræðingar innleiða það og við erum að fara í gang með umbótaverkefni sem snýr að flutningi sjúklinga á milli rúma. Við vorum með léleg lög sem vildu rifna og menn hafa rotast heilega við þær aðstæður. Þannig að ef einhver með tillögur umbótum þá að gera koma því til geðar. Svo höfum við atvikaskráningakerfi og það mjög mikilvægt að allir skrái atvik. Og við erum að skrá atvik í Lotus Notes og við vitum að þetta eitthvað rosalega gott kerfi og þurft að endurnýja að þetta virkar. Og það sem lítreka aftur að allir sé að skrá atvik til þess að tölfræðin okkar verði góð og það sé skráð rétt, menn vandi sig, setja ekki bara eitthvað og sleppi að fylla út hitt og þetta og reyna að vanda sig við þetta. Svo við getum enni með þetta og séu okkur trend í þessu. Það spurning hvort það komið nýtt á miðlagskerfi, það landlæknisembættið sem að hugsa að setja upp kerfi fyrir allt landið, þar sem höfum við ekki farið í þarfagreiningu og í það að breyta, en þetta mun koma. Og niðurstöður atvikaskráningar eru sýnilegar á innri vefnum, vefsíða Geðráðs og bara ég hljóma tækifæri á hvetja ykkur til að kíkja þar inn, það bara á innri og maður fer undir starfsemi og nefndur að ráðfinnur Geðráð, þá eru upplýsingar allt það sem ég er búin að fara í gegnum þar mjög sýnilega og hægt að kynna sér mál þar. Lyfja, já. Það ég ætlaði bara að segja að lyfjatengt atvik, það unnið úr atvikaskráningum víðsvegar. Ef einhver skráir atvik þá fer það beint til geðstjóra og allra geðráði og framkvæmdastjórnar líka. Og það fer fyrst og fremst til forstöðumanns sem ábyrgur fyrir að vinna úr atvikinu. Þetta bara svona til ykkur til skemmtunar, eða ekki. Þetta eru svo sagt, bara að sýna ykkur hvaða atvik eru svona flest. Það eru atvik tengd umhverfi aðstæðum eru hér. Þessu eru byltur. Atvik tengd með eftirfarandi rannsókn. Það hefur rosalega mikið verið það árið 2016 þær að vera að gera atvikaskráningar að sýnin að skila sér niður ómerkt. Og þetta er svona rosalega há þolahæfni. Það fengið yfir með þetta. Ég fekk að fara í þetta bara og segja hvað þessu. Og við erum með svona cirka 400 skráða atvik á ári. Það má alveg vera meira. Því meira því betra. Þá fáum við betri tölfræði. Þetta síðasta glæran mín og ég ætla bara að segja ykkur að við erum að halda utan alveg gríðarlega mikið af mælingum innan og við erum að mæla alls konar hluti. Og þetta sem frá A til S það sem að DNVF uppáleggur að við að gera. Við eigum að vera að mæla þetta og geta sýnt fram á hvað við segjum að gera. Síðan erum við þannig með gæðavísa sem ekki taldur upp, eins og gæðavísa hjúkrunar. Frammistöðumat lækna sem nú nýtt tilkomið og hérna að stíga sín fyrstu skref. Svo ýmiss konar eftirlit og fleira. Og þetta þurfum við einhvern veginn að koma upp í gott mælaborð fyrir fólk, þannig að það geti fundið raunverulegar upplýsingar hvernig staðan á sjúkrahúsinu núna í rauninni. Það sem Dóra ætlar að segja frá líka betra eftir. En nú ég eiginlega lokið þess að ég ætla að segja og voilà. Já, ég heiti Valborg, alltaf kölluð Vala, hjúkrunarfræðingur í geðdeildinni og þar líka staðgengill forstöðuhjúkrunarfræðings og einn af 2 geðavörðum. Og mér langar svona að komast inn á það sem hefur áunnist á okkar deild tengslu við þetta vottunarferli. En eitt af hlutverkum okkar geðavörða náttúrulega svolítið að halda upp þar þessa gæðasíðu og verkferla á deildinni.
og þetta náttúrulega geðhandbókin náttúrulega bók sem aldrei endar og stöðugt erum við að yfirfara skjöl og fáum ábendingar það og þurfum að yfirfara skjöl og í rauninni svolítið farið yfir hvort það sé verið að vinna eftir uppsettu verklagi. Þannig að og eins erum við að sinna því sem Valdís kom inn og við erum að fara í innri úttektir og sem okkur finnst nú mjög áhugavert og bara til umbóta geðastarfi þó við stikkt öllum skemmtilegt endilega okkur í heimsókn. En þegar þetta vottunarferli fór af stað þá fórum við líkt og aðrar deildir í vinnu að setja upp ákveðna stefnumótun sem og allar starfslýsingar væru á réttum stað og svona fengum ákveðin verkefni sem þurfti að vinna í svona upphafi. En sá kafli sem einna helst beindist að geðdeildinni samkvæmt þessum DNV-stöðlum var kafli sem var kallað Restraint and Seclusion og okkur fannst svona pínulítið kannski sjokkerandi í upphafi svona heitið á honum en svo við þýddum hann í fyrsta sem fjötrun og einangranir, við vildum ekki því mikið umtal kalla þetta fjötrun, þannig að við fundum fallega íslensku orðið hömlun og við nánari skoðum þá náttúrulega erum við með okkar veikasta fólk auðvitað þurfum að grípa stundum til einangrunar. Við erum jafnvel með fólki sem hvað mest veikt hjá okkur, þá erum við með ákveðnum gátum, jafnvel erum algjör á yfirsetu, við erum að einangra fólk takmarka áreiti, jafnvel fólk sem getur verið hættulegt sjálfur sér og öðrum. Þannig að það þarf að vera mjög skýrt verklag í kringum tengslu við það. Og mér datt ég að opna aðeins okkar gæðasíðu aðeins að sýna ykkur þessa vinnu sem fór í það að setja verklag samkvæmt þessum stöðlum. Innri síðan og opna gæðahókina. Hérna opnaðu gæðasíðurnar og geðdeildinni hér. Ég bara fer beint í kaflan hér koma allar þessar starfslýsingar, stefnumótunar, skjölin koma hér. Hér þessir kaflar, varðandi hömlun einangrun og þetta frekar langur kafli sem við farið yfir og virtum að aðlaga að okkar deild. Og alltaf sumt samkvæmt þessu stöðlum átti ekkert endilega við okkar litlu geðdeild hér á Norðurlandi en margt var mjög gagnlegt að við færum eftir og það fór töluvert vinna í þetta og saman við stjórnendur. En þessar verklagsreglur eða vinnuleiðbeiningar sem snúa einna helst sem sjá þarna að eftirliti með sjúklingum sem eru að einhverjum ástæðum í einangrun og fyrirmæli varðandi mat og gildismat og skráningu og þetta svona einna helst það sem við höfum séð hefur áunnist mikið með varðandi skráningu sjúklingar sem einhverjum ástæðum í einangrun. Og í því samhengi mig svolítið gaman að ég fæ bara skjót sem neðstu eftir sögu. Fyrir nokkrum árum var nemi hjá okkur sem var búin að vera svolítið út í Bandaríkjunum og við vorum með mjög veikan einstakling sem var í einangrun hjá okkur og hún segir sem náttúrulega svolítið bandarískt þema, hvað ef það kemur upp á? Hvernig getur þið staðfest að hans búin að vera á 15 mínútna gát þessi? Hvað skrifar það? Já, ég gat eiginlega ekki svaraði þessum tíma. Því að við bara vinnum samkvæmt fyrirmælum lækna og við hún segir, já, hún segir, ég veit þetta svolítið bandarískt hjá mér en þú veist, hvað ef eitthvað kemur upp á? Ekkert haka við eða ekkert svona sem nei, það regluleg skráning bara hjá lækningafræðingum í sögu og þetta var svolítið umhugsunar. Við erum með fólk sem kannski jafnvel algjör yfirsetu, þarf að fá reglulegt mat á ástandi og öðru, en með þessum stöðlum þá erum við raun að uppfylla það sem þessi ágæta kona kom inn á. Þetta blaðið sem ég hef viljað sýna á þeim tíma. Þetta svona eftirlitsblað sem við notum núna bara hjá öllum sjúklingum sem eru á gát, yfirsetu, eru á B-gangavist, herbergisvist eða nauðungavista. Þannig að þetta aukin skráning en þetta að okkur finnst bara til bóta. Og efli geðastarf þá getum við séð líka við þessist nýtt blað á hverju degi. Þess að við skráum alltaf jafnvel bara kortersfresti, hálftíma fresti og þurfum að haka við hver leit inn til sjúklings. Við skrifum eða eitthvað sérstakt, það alltaf tekið regluleg lífsmörk, sólarhring.
og það mjög ítarlegt hérna hvernig við vinnum eftir þessu eftirlitsblaði. Þannig að þetta hluti af þessu staðlum varðandi eftirlit sjúklinga og skráningu. Þegar DNVF hefur komið tekið út, þá erum við með, það held ég utan gagnaskráningu varðandi alla þá sem hafa verið á einhverjum ástæðum settir á gát eða nauðungarvistaðir eða einangraðir á einhverju ástæðum vegna sjúkdómsástand. Þau vilja sjá þetta í sínum úttektum, að við séum að vinna eftir, og það er kostur við þetta vottunarferli að við erum alltaf tékkað út árlega. Við séum að vinna eftir settu verklagi. Það sem tilheyrir líka myndir, það er farið vel í réttindi sjúklinga, þjálfun starfsmanna sem eru með alltaf reglu og eru með mann í því sem sér í þessu og viðheldur alltaf sinni færni. Og svo þarna varandi öryggi. Og svo eru skjöl þarna neðarvarandi verklag, bæði hjá læknum og hjúkrunarfræðingum. Þannig að þetta var svona meginkaflinn sem við geðdeildir fengum, svona fyrir utan þetta sem allar deildir fá þessi stefnumótunarvinnan og allt það. Og það var kannski svona svolítið stór kafli í fyrstu, en við teljum að það er bara áunnist bara gott gæðastarf að fara eftir þessu á deildinni. Og þetta bara sé af hinu góða. Og leiðir þetta var að fara að nota þetta svona markvisst að þá er þetta bara partur af okkar vinnu. Þetta er ekki breyting á verklagi, þetta er bara meira utanumhald, utan skráningu. Og við erum meira vakandi fyrir þessu reglulega mati alltaf á viðkomandi. Þannig að við teljum einnig að með í þessu vottunarferli þá erum við líka verustæðslegt að fá áminningar að vinna eftir. Við erum að hnykja hvort annað varðandi atvikaskráningu sem má náttúrulega alltaf vera betri eins og kom inn áðan. Og þessir kaflar hafa líka myndi verið svolítið í þróun hjá okkur. Eftir miklu vinnu settum við það upp sem hafa komið ábendingar, nei byrju þetta kannski er ekki alveg raunhæft með okkar deild, þá við þurftum jafnvel að breyta skjölum og aðlaga svolítið á okkar deild, en samt þannig að við séum að vinna eftir viðurkenndu verklagi og samkvæmt þessum stöðlum. Það er svona ýmislegt líka í tengslu við þessa gæðun á deildinni og vottunarferli, þá erum við líka með svona við þróa gæðavísa geðdeild. Nú er náttúrulega þessi föstu hún kom inn á gæðavísar í húsinu. Þessar hjúkrunartengdu varðandi næringu og fylltu mat og ýmislegt. Við höfum þróa gæðavísa sem er svona í tilraunastarfsemi hjá okkur, þar sem við erum að reyna að fara yfir að öll skráning sé innan þeirra marka sem er lagt upp með samkvæmt verklagi. Allar bráðaupplýsingar sem kom innan X tíma, við sem búin að leggja fyrir okkar mælitæki innan X tíma. Við höfum þróað deildina þessu kallað stöðumat. Þannig að sem að sjúklingur svarar bæði svona andlegum, líkamlegum, félagslegum þáttum. Viljum við leggja það fyrir innan X tíma. Og það svona bara helstu meðferðarþættir koma inn í þennan gæðavísi og við erum að haka við. Er þetta búið? Og næturvaktin svolítið sér þetta hjá okkur, haka fyrir yfir sjúkling og hvað er búið og hvað er ekki. Og það er okkar ábyrgð á daginn eftir að fylla inn í. Gaman að segja fyrir því að, eins og segja, þetta er enda svona tilraunastigi en það ber vel af stað. Þannig að við höfum tekið sama reglulega hvernig gengur. Og það er bara áhugavert að fylgjast með þessu áfram. Þannig að stuttu máli, út frá okkar deild þá það teljum við þetta vottunarferli og það sem að þessi geðvinna sem eru í gangi í húsinu sé bara að finna góða og hefur nýst vel á okkar deild. Þannig að held ég hafið ekkert lengra í bíli frá okkur. Því bara Dóri velkomin. Við förum svona út á suður, en í raun og veru sýnir það kannski í raun og veru hversu stórt og viðamikið þessi gæðavinna er í raun og veru. Hún tekur á gríðarlega mörgum þáttum. En ég ætla aðeins að sýna ykkur hérna, bara ef einhverjir vita ekki af. Hérna eru 40 gæðasíður fyrir starfseiningar innan sjúkrahússins og
gæðaverðir halda utan þessar gæðasíður og þetta í raun og veru handbók hverjar einingar fyrir sig. Þar sem sagt gæðavörður búinn að tína þau skjöl út úr gæðahandbókinni. Gæðahandbókin telur kringum 3000 skjöl og að sjálfsögðu þá ekki hægt að ætla öllum að fara yfir þessi 3000 skjöl. Þess vegna það mikilvægt að þeir sem að byrja á einingum viti af þessum gæðasíðum af því það það sem gæðavörðurinn ætlar sínum starfsmönnum deildarinnar eða einingarinnar að lágmarki að kynna sér. Þannig að þetta svona upplæð, þannig að dregið saman í handbækur fyrir deildina eins og geðdeildin hefur gert hér að þá mjög einfalt að benda á gæðasíðuna þegar nýtt starfsfólk kemur í hús. Þetta að lágmarki það sem geðdeildin leggur upp með að nota í raun og í sínu vinnulagi. Þannig að ég hvet ykkur endilega til þess að skoða það og ykkar starfsfólki. En ég ætla aðeins að halda áfram með glærurnar sem frá var horfið. Og mér langar aðeins að nýta tækifæri vegna þess að það gríðarlega margt sem áunnið í raun og veru. Þó svo að við þurfum að velta við öllum steinum og skoða allt í okkar starfsemi að þá megum við ekki gleyma því að það ýmislegt sem að fer í framkvæmd og fer í alls kyns endurskoðun og eins og til dæmis nýlagafræðslan hjá okkur. Hún var 2 ári kennd á sal og við ákváðum það að utanumhaldið þar var vel erfitt vegna þess að starfsfólki okkur að flæða hér inn og út allt árið og erfitt einhvern veginn að ætla fólki að sitja nýlagafræðslu af einhverju gagni nema að velta svolítið teningnum og skoða hvað getum við gert. Og núna við erum tilbúin til að fara í gang í svokallað vefnám og við ætlum að gera það bæði á íslensku og ensku. Íslenskan fyrst í gang og þá virkar það þannig að það sérstætt tölvupóstur sendur á starfsfólk áður en það mætir til starfa og það starfsfólksþjónustan ásamt forstöðumönnum sem að koma að þessu og ég með bréf í gerð núna sem að ég kem til með að senda á alla forstöðumenn og kynni þetta formlega, hvernig verklagi verður á þessu. En þáttaka þessara nýju starfsmanna, þetta tekur í raun og veru til bæði starfsmanna og nema og einnig verktaka og þjónustuaðila sem að koma hérna í hús til okkar. Við ætlum öllum að kynna sér nýlagafræðslu okkar áður heldur en þeir mæti í hús og eða á fyrstu dögum í starfi. Starfsmannaþjónustan kemur til með að fylgjast svo með þátttöku af því að við þurfum einhvern veginn að vera viss það að fólkið sé að taka þátt. Þetta eru fyrirlestrar, stuttir fyrirlestrar sem að innihalda líka próf. Þannig að við tökum svona stikkpröfur og líka til þess að brjóta fyrirlestrarna. Þetta sé ekki of hrátt og reynum að gera þetta svolítið að metnaði. Og það væri mjög gaman að þið myndu kynna ykkur þetta, sjá út á hvað þetta gengur þannig að þið viti hvað þetta snýst þegar ykkar starfsmenn fara að tínast í hús. En svo þetta á við miðlægu nýlagafræðsluna, það sem allir í raun og veru þurfa að standa skil á. Þátttaka tekur 3 til 4 klukkustundir í það heila að fara í gegnum allt þetta vefnám, en eftirfylgnin í raun og veru hjá starfsmannaþjónustunni, fylgjast með. Þessir starfsmenn að koma til sumarstarfa hjá okkur og starfsmannaþjónustan fylgist með, hverjir eru búin að standa skilu sínu. Og mun þá hafa samband ef það einhverjir sem sannarlega hafa ekki sinnt þessu. Þannig að við mótum það verklag svona þegar við sjáum hvernig gengur. En ég vona bara að þetta verði svolítið góð nýlunda og við séum að bæta okkur með nýlegan okkar. Allir séu í raun og veru svolítið eins og í raun og veru það sem við viljum. Allir séu svolítið öruggir af því sem við erum að gera þegar þeir koma í hús. Þekki leiðirnar, hvaða reglur gilda, sýkingavarnir, það allt mögulegt sem komið inn á. Og svo tekur sértaka nýlagafræðslan við inn á deildum þar sem tékklistar verða yfirfarnir, undirritaðir af nýlegu starfsþjálfu og svo skilast til starfsmannaþjónustu. Þannig að við erum að búa til heilsteypt nýlagafræðslu. En ég vildi bara taka þessu til að sýna það að fá gagnrýn augu á okkar starfsemi, að
fær okkur til þess að hugsa hvað getum við gert, hvernig getum við mætt því að til dæmis hafa nýlafræðsluna okkar í lagi. Þannig að þetta var svona pínu inngrip. En ég ætla bara aðeins að taka á þessari græn aftur, af því í raun og veru þá þetta gríðarlega mikið magn af upplýsingum sem við þurfum að halda utan um og við þurfum að gera svolítið skilvirkan máta, þannig að það sé ekki bara svona út allt. Þannig að við erum búin að vera í skoðun á allskyns lausnum til þess að halda utan um, bæði mælingar, allskyns úttektir úr sjúkraskrárgögnum og fleira og svo kemur frammistöðumatur og eftirlit og mælingar, vaktanir og gæðavísarnir. Þetta náttúrulega alltaf að við þurfum að koma þessi í svona þægilegt ferli, þannig að utanumhaldið sé skýrt og eins einfalt, við getum orðað þannig, mitt í fjölda atriða að þá þurfum við að finna svolítið gott flæði til þess að halda utanum og fylgjast með hvað skóinn kreppir. Og þá var náttúrulega hausverkurinn að ég sá mig alveg í anda og Snæbjörn í liði með mér. Einhver tekur úr tölur reglulega sæti í tölvupósti, þetta eitthvað sem allir kannast við í dag. Einhver tekur tölur og vinnur upp úr pívotskýrslur í Excel og svo gefnar út tölur og svo byrjar upp á nýtt í næstu viku eftir mánuð. Og þetta raun og veru það sem við þurfum að finna verklag á, þannig að við séum ekki alltaf að endurtaka okkur. Við þurfum að gera verklag þannig að það sé sjálfvirkni í því. Það séu skráningar en við þurfum ekkert að vinna úr gögnunum nema kannski eins og tvisvar og svo verður það komið í eins mikla sjálfvirkni og mögulegt þannig að við séum að létta okkur verkin til lengri tíma. Og við döldum niður á lausn sem heitir klikk og ég ætla svona aðeins að bara segja ykkur hvað klikk. Klikk hugbúnaður sem við setjum raun og veru ofan á öll kerfin okkar. Það lesa upp úr sögu, það lesa upp úr reis, það lesa upp úr Excel-skjölum, það lesa upp úr svæfingarskráninu og skurðstofum. Við getum lesið upp úr öllu sem við viljum. Þetta í raun og veru bara hugbúnaður sem við setjum ofan á og svo körfum við í gögnin og setjum þau fram með aðgangsstýringum og eftir því hvað á við hver sinni. Og þetta svona einu hugbúnaður sem ég hef séð. Þetta í mikilli framþróun þessi BI, Business Intelligence hugbúnaður, en þetta mjög einfalt og þægilegt og við erum nýbúin að setja upp núna netþjón og ætlum að kafa núna eins rætt á næstu mánuðum við þetta og við getum, þannig við getum farið að koma þessari sjálfvirku, þetta aðalatriði, sjálfvirk endurhleðsla á gögnum inn á netþjón, þannig að þetta gerist svolítið sjálfvirk. Og þannig getum við hjúpað gögnin okkar, aðgangsstýrtum og okkar viðkvæmu gögn alltaf innanhús. Og síðast en ekki síst dregur fram mjög notandavæna framsetningu, gagnvirkni, það hægt að kafa neðar og þessi sjónræna nálgun í raun og það sem skiptir svo miklu máli í dag. Þannig að ég ætla nú bara að hoppa yfir í klikk örsnöggt og ég ætla að sýna ykkur. Þetta svona, eins og Valdís sagði, framtíðarmúsíkin okkar. Þetta var upphaflega, og tókum við þetta dæmi, byrjuðum að vinna fyrir bráðamóttökuna til þess að skoða í raun og veru flæði sjúklinga eftir klukkstundum í dag og hvernig skiptingin væri. Og þetta gagnvirkt að því leyti að ég get smellt á alla hluti og skoðað nákvæmlega nánar fyrir hvern hluti fyrir sig. Hérna til dæmis klukkan 9 á morgni. Þar skiptist bráðamóttakan í 97 einstaklinga á móti sérfræðimóttöku upp á 76 og hérna á milli kemur svo hak og þessi guli göngudeild bráðamóttöku. Og þessi gögn taka einungis á janúarmánuði. Það takið það fram. Þannig að 2208 einstaklingar flæddu gegnum bráðamóttökuna hjá okkur í janúarmánuði og kynjaskiptingin, aldurskiptingin og svo getum við kafað í raun og veru neðar. Hérna það sem ég var aðeins að sýna Kristínu þetta í gær, þetta er svo nýtt að hún á eftir að setjast yfir þetta með okkur og móta svolítið eftir því hvað hún vill skoða nánar, hvernig vill hún velta teningum þannig að henni gagnist það sem best. En það sem okkur fannst áhugavert að
það var, hérna get ég valið á milli, sem sagt, ég get skoðað hakið eitt og sér og nú ég með alla vikudagana undir, ég með alla vikudagana undir, þannig að það mjög eðlilegt að hakið sé til dæmis hérna 9, 10, 11 og svo seinni partinn, 13, 14 og 15 ef við horfum til allra daga vikunar og eins og við vitum að þá getum við kafa hérna og séð ef ég vel til dæmis bara mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag að þá rákum við strax augun í að þessi hérna dagar eiga ekki innihalda komur fyrir hádegi á heilsugæslunni. Þannig að þarna getum við líka nota þetta tæki, þetta er ekki margir, en þetta tæki getum við nota til þess að villugreina. Hvar er skráningin ekki alveg í nógu góðu formi hjá okkur, getur verið að sjúklingur hefur verið merkt rangt inn á komdeild. Þannig að það sem að við sjáum náttúrulega fyrir okkur líka að skráningin okkar kemur til með að vera svo miklu réttari þegar við höfum í raun og veru dæmin svo kristaltær fyrir framan okkur. Þannig að það var það sem við sáum strax að með því að hafa svona tæki þar sem við erum bæði að horfa á mælingarnar okkar, geta skoðað eftir tímabilum og þið sjá hérna hér er sem sagt afdreift einstaklinga sem að fara í gegnum bráðamóttökuna og ef ég vel til dæmis hérna hakið að þá sé ég að 5% þeirra sem fara í gegnum heilsugæsluna eru flytjast yfir á slysadeildina. Og svo sjáum við hérna 0 til 12 ára heimsækja hakið á meðan aldursdreifingin er 30 til 50 ára ef við tökum allt mengi með. Þannig að svona getum við stillt upp upplýsingunum, við draugum þetta upp úr sögu og komum til með að vera með þetta í rauntíma gögnum, hleðslan fer fram sjálfur þannig að við þurfum aldrei að vera að sækja gögnin nema í fyrsta skipti og eftir það að þá eru sjálfvirkar geisli sem uppfæra þau og svo er það okkar að ákveða hvort það sé eins og sólarhring eða í einhverjum einstaka tilfellum þurfa það kannski vera oftar. En við getum í raun og veru meðhöndla og svo þetta er þetta klikk, það er í raun og veru þessi hugbúnaður sem að ég nefndi. Ég get skoða í raun og veru hérna bráðamóttökuna eina á sér og svo get ég flutt mig áfram. Þetta er í raun og veru nánast eins og Excel með ákveðnum skýrslum faktist. Hérna er mælabóð bráðamóttöku sem ég var í, meðferðartíminn og svo get ég tekið aðfanganótkunina líka með. Og ef ég flæði, nú er ég með bráðamóttökuna valda og þá flæði ég yfir á næstu skýrslu og vil skoða nánar það sem tengist bráðamóttökunni. Ég er í raun og veru að síja mig svolítið niður og horfa á gögnin frá mismunandi sjónarhornum með ákveðna afmörkun í huga. Þetta hérna var strax það sem við tókum eftir. Akkur er lengst í meðferðartíminn hérna 28 klukkstundir. Þá náttúrulega er svo auðvelt þegar við erum, ég er ekki með neinar persónuupplýsingar tengdar í þetta núna, en að næsta flipa væri það að taka þennan meðferðartíma og sjá í raun og veru hvað er á bakvið það, hvaða færslur eru það sem skekkja meðferðartíman okkur svona gríðarlega í sögunni og þegar við skoðum þetta, ég fórum í smá vinnu að elta þetta uppi og þá kemur ljós að sjúklingur er skráður væntanlegur en ákveður að koma til minn daginn eftir. Þannig að hann er skráður væntanlegur þegar hann hringir inn og svo er hann skráður kominn daginn eftir þannig að meðferðartíminn byrjar að tikka leið og hann er væntanlegur. Þannig að þarna sjáum við líka nú svolítið hvernig gögnin okkar er að endurspegla hvað við erum að gera í kerfunum. Þetta er sem sagt það sem bráðamóttakan kemur til með að fá í sínar hendur núna Stefán og Kristín fljótlega og setja puttan í þetta og sjá hvernig þetta hentar þeim, það sem snýr að þeim. En svo er líka búin að gera leguupplýsingarnar, það er komið uppkast að öðru svona sambærilegu mælaborði og þar sjáum við þjónustuflokkana. Hérna eru þjónustuflokkarnir og
og hérna sjáum við líka aldursdreifinguna, við sjáum hérna fjöldi vistarinnar á klukkustund. Þetta er náttúrulega ekkert sem kemur okkur á óvart. Innskriftirnar og útskriftirnar hérna kringum hádegið. Þannig að við getum svolítið, þetta er svona pínu, hvernig við sjáum söguna í gögnunum okkar. Við getum orðað þannig. Hérna getum við, þetta er í raun og vísjón, við getum fært okkur hérna fram og tilbaka í tíma þar sem hún sýnir ekki allt. Og svo getum við smellt á og skoða nánar, eins og til dæmis, þetta er yfir í raun og veru, þetta eru allir sjúklingarnir og í þessu tilfelli voru þetta 580 einstaklingar. Það sýnir ekki, sjáu, það eru hérna, skal ég segja ykkur, þetta er, skjávarpin er trúlega örugglega hérna, það eru beintan hitti við hvert og eitt. Og við stækka þetta, sjá hérna, þetta er fjölda skurðlæknadeild og þessi hérna heiti koma hérna eftir skjáupplýsnin er ekki að stríða okkur. Þetta er sem sagt lyflingadeild og þetta lítur að vera fæðingadeild, gjörgæsla og svo hins vegar ef ég skoða hérna, við bara skoðum hérna meðgang og fæðing, bara til þess að sýna ykkur það sem að þessi gögn eru í raun og veru, þetta er þessi tilfinning oft sko, tilfinningin er innskriftir. Hérna snemma á morgnana útskriftir einhvern tímann upp á hádegi, en svo er svo ágætt að sjá hérna hvernig meðgang og fæðing, hérna er innskriftin á öllum tímum og útskriftin á öllum tímum. Þannig að það er þessi tilfinning sem við erum að færa í raun og veru í sjónrænt samhengi. Að tilfinningina sem mest að gera á bráðmóttökunni fyrir hádegi er í raun og veru hérna hægt að sýna í gagnaformi. En við ætlum með haustinu og seinni part ársins, við ætlum að vera mjög metnaðarfull í því að koma þessu inn á sem flestar einingar fyrir innanhús. Þannig að sem flestir hafa gagnað og forstöðumenn koma til með að hafa aðgang að þessu. Þannig að takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Klukkan er orðin næstu kortur í en hérna við hefum tíma fyrir nokkrar spurningar. Gjörðu svo vel. Mér líst mjög vel á þetta síðasta, ég syns það vera upplýsingar sem við getum verið heilmikið upp og nýtt okkur. Einhverjar spurningar? Getur það engin legið í leitilingu? Það er engin vafi á því að það gæðastarf er mjög mikilvægt fyrir okkur og þó þetta hafi verið erfið fæðing frá byrjun og þakka ykkur fyrir að segja að forstöðumenn séu með, það ég hef alltaf til verið með en stundum svolítið krítískur og það er kannski svo með fleiri, en þetta er mjög gott allt saman. Hins vegar langar mig að spyrja það einu. Það er alveg ljóst að þetta er meiri vinna heldur en við höfum ekki í þessu starfi. Þetta kallar bæði á vinnu einstaklinga og svo kannski auknar stöðu heimildir því að það þarf mikið mannskap til þess að gera þetta vel. Þess vegna er eiginlega spurning megin sko, þetta er ekki bara þetta sé gott við sjúkrahús og auglýsing, heldur hvað gera yfirvöld í þessu sambandi? Hefur við nógu mikið, fáum við einhverja endurgjöf, fáum við peninga, því að vissulega hlýtur þetta að vera hagur heilbrigðisstjórnar og fjármálaráðuneytis að við séum að sinna starfa okkar vel og við eigum, finnst mér, að fá meiri peninga fyrir vikið fyrir þetta starf, en erum við að gera það og sjáum við fram á að fáum peninga út af þetta. Það er svona rættur Já, spurningar sem Dríksaði á Bjarna. Já, þetta er ákveð spurning. Við höfum fengið góðan stuðning við að koma þessu verkefni á fót. Bæði frá beinum framlögum frá ráðuneytinu. Við höfum fengið mjög góðar undirtektir við þetta frá Alþingi þannilega séð sko, þannig að stöðuheimildum hefur við fengið aukinn framlög sem hafa verið nýtt að hluta til í þetta starf. En síðan segir reynslan okkur annars staðar frá að þegar að komið meira skipulag á hlutina, þá vinnast betur, það verður meira hagræði, fara í skilvirkari vinnuferlum sem leiðir til
Þannig að segja betri nýtingar á þeim aðfengum sem við erum með. Hvort viltu það séu innkaup, hvort viltu það séu bara það er þetta skipuleggja vinnuna þannig að hún nýtist þá skilvirkara, það er minni tími að leita hlutum, þetta er þá meira aðgengilegt. Við getum farið að nýta betur tíma til þess að sinna því sem að skiptir máli sem sjúklingavinnunni. Að skipulegan hátt og hafa þá þær upplýsingar sem þarf við hendina. Þetta er svona stóri ávinningur til lengri tíma litið. Þetta kostar átak til að koma þess að stað, en þegar við erum komin að stað, þá fer þetta að flæða. Ég hef ekki heyrt neitt fyrirtæki sem að vil skipta og fara tilbaka. Það er svona umhugsunarvert og við myndum svona aldrei vilja nota lyf sem að kemur frá fyrirtæki sem ekki hefur einhverja vottun. Það er til einhverjum. Ég held að ég tekja með því Haraldur sko þess að og það sem þú ert að segja, ég held að ekkert starf í heilbrigðisþjónustu á að fara fram á þess að það sé gæða úttekt á því. Það á allt að vera að tekka því, við erum að gera rétt, hvert við erum að fara. En ég held samtímis það þarf náttúrulega eins og hér að hafa þessar yfirvöld sem eru meðvituð þetta og eru tilbúin til að leggja í það. Það er það sem Haraldur er að benda á til þess að það getur orðið raunveruleiki. Ég held vona það að þessi þjóð hafi vita því að halda áfram að þeirra braut. Við höfum segjum þetta bara gott núna og þakkum kærlega.